Crazy Bastard, klukkan orðin 4, þriðjudagur, Crazy Bastard kominn á fóninn. Hann þýðir að FM 95 blöður hafi göngu sína þennan þriðjudaginn. Og eins og flesta þriðjudaga þá situr hann hérna beint að móti mér, ekki æskuvinnu minn en svona einn af mínum betri, Sverrir Þór Sverrisson, Sveppi Krull, verður velkominn. Þakka þér fyrir. Ekki lengur bara samstarfsfélagi, heldur vinnu minn. Það tók 11 ár. Það ekkert allir sem komast þangað, kallar minn. Nei, það verður ekki bara samstarfsfélagi. Ó, nei, kallar minn. Herðu, þetta er fyrsti þátturinn af F9 fyrir blöð í vikunni því að við fengum Station helgi, Hvítasunnu helgi og frí í gær. Það var yndislegt. Svo þægilegt að fá svona einn auka mánudag því að bæði þá færðu, þú veist, frí eins og í gær, maður fór bara í sund og svona, geggja viður og stytti vinnuvikuna. Já, það nú alltaf það sem að vinnan gerir, sko. Hún skemmir aldrei fyrir manni helgarna, sko. Já, það það skemmir meira svona fyrir manni vikuna. Já. Það þurfa að vinna. Já. Ég held sér flestir sammála því. Já. Maður alveg saman hvað vinna það er. Já, maður á að reyna að vinna sem minnst. Já, svo, veist, ég hafði einhverja pínu áhyggjur aðan hvort það væri einhver að fara að hlusta því það allir í sólbað og svona. Já. Er ekki bara fólk með útvarpstæki bara út á palli og að hlusta þáttinn? Já, mjög mikið. Já, ég held það. Já, ég held að sé verið meira að hlusta í góðu veðri heldur vondu. Já, ég er ekki frá því, maður. Og það finnur við bara hvernig skapið í manni og allt, veist það, ég held að ég væri mun hamingjusamri maður ef ég myndi búa á Spáni eða eitthvað. Já, ég finn bara fyrir lífsgleðinni sem er í gangi núna. Já. Bara hjá öllum í kringum mig og það er allt eitthvað svo létt. Já. Bara hvað gerir í kvöld, ég veit ekki, ef að grilla, ég er til í það. Já, maður er miklu opnari. Já. Og ef ég væri útigangsmaður, þá væri ég til dæmis núna að toppa upp kampaðinni, jafnvel. Já, veist það, svei mig þá ef ég myndi ekki bara eyða í eitt kristall. Já, ég myndi sko vakna snemma, ef maður nærið að fara að sofa, skilur. Já, maður ekki alltaf smá blund. Já, og svo byrjar maður efst á hlemmi. Já. Labba niður Laugaveginn að sníkja pening. Já. Þú ert komin í svona solid 30 skall. Veistu hvað, ég held að ég væri ógeðslega góður að ég er góður að betla, sko. Já, mjög góður að betla. Ég er góður að fá fólk til að gera eitthvað sem að endilega vill ekkert gera og fólk vill ekkert gefa útigangsmanni pening. Nei. Ég held ég myndi einhvern veginn svona ná að safna góðum slurk. Já, sko, Bóbó á Holtinu, eitt frægasti rónin okkar Íslandinga, hann er blessuð sem minning hans, hann labbaði niður Laugaveginn og hann var alltaf að ná svona 25-35.000 kalli. Já, sérstaklega í svona veðri. Já, það er léttara í fólki. Já, það er allir hressar einhvern veginn. Og svo, sko, labbar niður Laugaveginn, tekur hann snemma, leggur á stað svona klukkan 10, þegar alla búðir eru að opna og svona. Já, ertu mættu svo snemmi í þetta? Já, og tekur, er 2 tíma að labba niður Laugaveginn. Já. Þá ertu komin í solid svona 30 skall í Austurstræti. Já. Og þar er 80 að ferð. Nákvæmlega. Þar grípur þér svo nokkra bokkur og hendir út á Austurvöll. Við verðum flott útigangsmenn saman. Já. En það, ef ég væri útigangsmaður, þá væri það fyrsta sem ég myndi gera var að safna með pening fyrir flugfari til Suður Frakklands. Já, að vera útigangsmaður þar. Já. Ég myndi reyna að fljúa heim í svona koma að hitta félaga og taka eina viku hittan með ykkur strákunum eða það er spásun út alla vikuna. Já, á Spáni spásun út allt sumarið. Já, bara alltaf árið. Já, þar getur sofið bara úti undir berum himni, sultu slagur. Það er enda skellulegt að vera útgangsmaður á Íslandi, held ég. Rosalega kalt alltaf og... Það er ömurlegt, maður búa í einhverjum bát bara með einhverja ónýta sæng. Já. Ef þú ert í Suður Frakklandi þá liggur þú bara undir berum himni, maður. Já, þú bara sefur á þínu veginn bocciavelli. Já. Sem að þú ert bara búin að búa þig til og... Kaffi brúnni í framann. Ég held að ekki rónar myndalegri svona í Suður Evrópu. Það eru svona lifari, sko. Það er svona, maður sér í andlitin á þeim, sko, hvað... En tanni hjálpar alltaf, sko. Tanni? Tanni, já, er maður ekki alltaf aðeins myndalegri ef maður er tannaður? Þú sér nú hemma Gunn. Já, nýkomið frá Tælandi. Og hann er bara, hann er eins og, sko... Stelpuna runnu hérna frammi þannig að hann mætti í vinnunni í morgun. Já, hann er eins og mahóni sófasett í framann. Hann er svo brúnn og hugulug. Það er frábæð þáttur af FM 95 blöð hér fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur. Það er Eurovision hotn hérna eftir. Við ætlum ekki að ræða Eurovision alltaf mikið núna því að við ætlum að taka bara sérstaka innkomi hérna rétt og eftir. Já, það er eitt og annað sem þarf að fara þar yfir hlutina, sko. Það er bara þessa skitu eins og þetta kallast. Það er ekki hægt að segja þetta að vera frábær árangur. Þú líka svoleiðis bull. Við ræðum það betur hér eftir. Herru, strákarnir í Rottweiler hundum, þeir ætla að mæta hérna í spjall til okkar og er að fara að frumflytja nýtt lag. Ég er búinn að heyra þetta lag og það er hrikalega flott. Klárum allt í kvöld heitir það. Herru, svo ætlum við nú að reyna jafnvel að syngja Jónsa, sjáum til og eftir. Þú ert með númer hans og eitthvað. Já, ég var til að heyra þessi Jónsa.
Svo erum við með sturlaða staðreyndir aftur að sýnast það. Ó, já. Það er það grínast. Það eru margir sem hafa saknað þeirra og... Já, mikið twittað það. Já, það er bara hellingur að vera hjá okkur strákunum, þannig að endilega gera okkur þann greiða. Hlustið okkur til 6 í dag. Við ætlum að byrja þetta á lagi sem gerði allt vitlaust þegar Auðun Blöndal, gamli maðurinn, var ásamt krökkunum á B5 á laugardaginn. kom þetta lag og það truflaðist allt, ég er ekki að djóka. Þetta er sigurverinn, Loreen, Euphoria. Þetta er ekki bara eitt besta Eurovision-lag sem samið hefur verið. Það var alltaf mikill munur að sjá þetta lag og íslenska lagi á sviðinu. Man við sekundin alltaf þetta væri að fara að vinna þetta lag. Aha. Já, heyrur þetta ekki? Jú, þetta er gott lag, sko, en ég náði ekki, mér finnst einhvern veginn öll Eurovision-lögin alltaf eins. Bullandi sömmur í þessu. Bullandi sömmur, maður. Hún líka flott þessi sænska. Já, bara. Ef hún er sænsk, hann er öllu gangur og því, víst. Já, hún veist frá Monaco eða eitthvað. Já, þetta er allt bara eitthvað. Er þetta allt bara eitthvað? Já. Hvað meina þú? Fólk þá eða? Nei, maður á bara að segja það. Þegar það er eitthvað svona alls konar, þá segir maður bara, æ, þetta er allt bara eitthvað, maður. Hvað, hún er bara manneskja, sko? Ég er að segja það, sko. Ég veit að hún er bara manneskja og það er alltaf einhverja svona, já, er hún sænsk? Nei, er hún ekki frá útlandum? Eða er hún ekki frá einhverju öðru landi og bla bla bla. Þá getur maður alltaf að loka öllum samræðum með þess að, þetta er allt bara eitthvað, maður. Þetta er mjög gott fyrir svona vitleysinga eins og okkur. Hvað fannst þér með Gretu Salome að hafa ekki viljað tala mannréttindamálum? Já, ég var að ræða það. Nei, sleppi. Ok, tökum það eftir, það er nefnilega komið að slúðri. Skulum fara betur yfir þetta eftir. Allt saman, það er eftir Eurovision og allt röggli. Oh yeah baby, slúður! Slúður, ég ætla að byrja að slúðupakkan á Jennifer Lopez. Ég elska hana. Og já, hún var ásamt nýja kærastanum sínum, Kasper Smart. Kasper Smart. Já, þau voru grjóthart nafnið það, maður. Ég har það, þetta er bara, ég hef enga trú á þessum dreng. Kasper Smart? Já. Töff nafn. Já, töff nafn, reyndar. Jimmy Frisco og Kasper Smart. Jimmy Frisco og bróður hans. En þau voru sem sagt stödd í Vegas sem væri nú ekki frásögu færandi. Nema það að Mark Anthony, fyrrverandi eiginmaður hennar Jennifer Lopez, var með þeim. Og þó það fór vel á þeim öllum þrem. Beiba. Já, J-Lo og Mark Anthony leiddu stundum. Nei. Jú, og stundum var hún að leiða Kasper Smart og allir bara rosalega hamingjusamir. Hvað er þetta, maður? Er hún bjúað í brauðinu? Nei, fjandinn, hættu þessu. En hún er, sko, hún á náttúrulega tvíbura með Mark Anthony. Já. Og heldur góðu sambandi. Er þetta hægt? Getur þið verið með, sko, bara segja með svo nýju kærustunniðinni og fyrrverandi konunniðinni, bara þið öll saman eitthvað í jolly feeling í Vegas? Já, það er náttúrulega misjafnt. Fyrsta lagi var ég ekki að leiða nefni í Vegas, ég sæti við blackjackborðið, en ef ég væri í því... Þú hefur búin að finna einhvern góðan díler. Sko, það sem ég svona, maður er alltaf að lesa svona eitthvað fólk. Já. Ég held að þau hafi náttúrulega komist að samkomulagi. Já, eiga að halda tvíbura á. Eiga tvíbura, bara heyrðu, við erum að skilja, eigum við ekki að halda góðu sambandi? Jú, gerum það. Svo hittur hún einhvern annan gæja og ég held að þetta sé tekið fyrir á fundi. Já, sveimi þá. Skilju, bara, heyrðu, það er fundur í félaginu. Já. Ok, Mark Anthony, velkomin á fund og nýji kærasti minn, velkomin á fund. Kasper Smart, Mark Anthony og eitthvað svona. Já. Við erum að fara til Vegas, það verður allt vitlaust, það verður paparazzi út allt. Hvernig hefur að hafa þetta? Ef við ekki bara vera að létta á því og ég get alveg bara haga mér eins og ég vil. Ég get leitt þig, já, það er allt í lagi, segir Smartari. Og Mark Anthony bara, já, ok, ekkert mál, ég er til í þetta. Ok, það er gott, það er svona ákveð og svo náttúrulega slúður allir allt, sko. Svo þegar heim er komið, þá eru þau bara ánæði í sínu skinni. Já, þá er það bara, herru, takk fyrir helgina, later. Já. Svo heyrast þau kannski ekkert í 2-3 vikur, sko. Nei, nema bara í kringu börnin, sko. Já, ég held að sé líka hann. Annað er ekki hægt, þú getur ekki alltaf verið með fyrirvændi einhvern veginn hangandi í kringu þig, er það? Já, ef þú átt börnin, þá náttúrulega setur upp, skilur. Og þá þarftu að gera ákveðið samkomuna sem þarf að virka alla ævi, sko. Já, ég er ánægður ef þetta er hægt svona, með þau, ef þau bara allir eru happy og þau eru bæði búin að næla sér í, sko, eitthvað kærustu, hann er með kærustu og hún kærast það sem þau eru bæði 15 árum yngri en þau. Þannig að þau eru bara, skilur, hættu bara saman, herra, ok, þetta komið gott, fóru bara vesli í Toys R Us og náðu sér í nýja maka. Einmitt, veist, sko, vinur minn, hann var á bad með konu og þau skilja. Já. Hann byrjaði með annarri konu sem er skilin, þannig að þau hittast tvö með sikkot badnið úr fyrirverandi samböndum og eignast nýtt bad. Ok. Allt í góð með það. Svo fara þau saman að djamma. Þá kemur sem sagt núverandi eiginkona fyrrverandi konunar hans og passar badnið á meðan þau fara að djamma. Í alvegni? Já. Það er vel gert. Skilur, þannig átt að vera. Já, auðvitað. Það er allir vinir. Allir vinir, maður er jafn dauður hvort þið er og lífið eru að stutt til þess að vera neikvæður. Já, og svo er næsta slúður þar af Justin Bieber, en lögreglan leita nú að kanadíska popgóðinu Justin Bieber eftir að hann lamdi ljósmyndara. Já. Sko... Er hann týndur?
Justin Bieber, já, löggan að leita á honum og vill fá hans sem sagt hlið af málinu. Þessi ljósmyndari þurfti vist að fara upp á spítala. Hvað var þessi ljósmyndari? 25 kíló eða? Vá. Svona án gríns. Hver lætur Justin Bieber lemja sig? Ég vissi ekki að hann gæti lammi frá sér. Já, myndi maður ekki bara þegja við líka? Já. Í staðinn fyrir að flagga því að fara upp á sjúkrahús líka. Hvað kom fyrir? Justin Bieber landi mig. Já, ok, hérna, ertu skemmtikraftur? Nei, ég get svarið að hann landi mig. Líka bara ef þetta væri vinum hans, segjum þetta væri bara frændi eða eitthvað besti vinur, bara þetta væri einn af bestu viniðinum. Þú myndi bara segja, herðu, hvað varst að spá? Hverju helst ekki bara kjafti? Varst að segja bara heiminu frá því að Justin Bieber hafi lamið þig? Já. Ég held að Justin Bieber geti alla sko lamið flug. Í fyrsta lagi þá var hann 18 ára. Það er ekki vöðvi á honum, sko. Nei, hann er með svona dansvöðva. Já, ég sá hann í einhverju hjá Barcelona fótboltaliðinu eitthvað halda á lofti og skjóta með þeim. Þetta var bara svo gosi. Já. Þú veist, hvað á hann að fara að lemja eitthvað? Áður en að gosi var það manni. En alltaf að þá er Justin Bieber eftirlýstur. Eftirlýstur, það er ekki að þetta. Já, þetta er að hafa lamið ljósmyndara. Svo er það síðasta slúðrið. Þetta er eitthvað sem ég vildi ræða aðeins við þig, Sveppi. Já. Áður við fáum hérna, ég ætlaði líka að spila fyrir þú varst að biðja um nýja lagi með Svessa. Já, ég vil þetta heyra hvað hann tók. Síðasta föstudagslag og það er mikið beðið það. En áður við spilum Jar of Heart hérna með Sverrir Bergman. Þá ætla ég að segja ykkur loka slúðri en það er Simon Cowell. Hann er núna að verja Britney Spears. Við erum báðir svona Idol X-Factor nördarsöpi. Horfum mikið á það. Hún er sem sagt í dómnefndinni núna á nýja X-Factor í Bandaríkjunum. Herðu, það var einhver keppandi sem var að syngja lagið hennar Hold It Against Me og söng það við svo illa að Britney þurfti að fara. Hún stóð upp, labbaði, fór inn í klefa og neitaði að koma út fyrir eftir 10 mínútur þegar hún var búin að jafna sig. Hvaða bull er þetta? Og er hann að verja hann eitthvað? Já, bara að segja að hún hefði þurft smá pásu og þetta er tekið á þó einhver syngi lagið þetta illa. Segðu bara, herra, þetta var ekki nóg vel gert hjá þér, næsti. Hvað þarf þetta að fara inn í klefa og grenja? Ég held að þetta verið bara að lesa á vinkonum minni Britney Spears. Það er náttúrulega hérna, já, þetta lítur illa út. Kannski er hún, sko ég er nú svo Diplo. Annarkvært verður þetta frábært múf hjá henni eins og á J-Lo eða þetta verður algjört flopp. Já, ég reyna alltaf að setja mig í spor þeirra sem er í vandræðum. Já, það er gott hjá þér. Ég er mjög góður því. Og ég fer svona fyrsta sem ég hugsa er, kannski er hún hana, veist, náttúrulega X-Factor, þetta er svo mikið entertain og það þarf alltaf að vera eitthvað að gerast, skilur. Það þarf alltaf bara ef einhver einn dómari stendur upp og fer, þá er bara, what is he doing? Fylgist þið með næsta þætti? Neita að koma fram. Neita að koma. Kannski er hún svona að reyna að búa til eitthvað sjónvarp úr þessu, sko. Gæti verið. En þetta er samt lélegt, sko, því hún er frekar átt að fara og standa upp og halda utan um gæjan og kenna honum að syngja lagið sitt, sko. Það er hárrétt hjá þér. Skilur, miklu frekar að joina, sko, heldur en að fara að hina leiðina. En þetta var slúðurpakki dagsins, fínasta slúður. Það styttist hér í að við fáum strákunni Rottweiler í heimsókn. Þeir ætla að frumflytja nýtt lag sem er virkilega flott og talandi um flott lög og þá er mikið beðið um þetta. Þetta er að mínum að þetta er eitt besta föstudagslagi hjá Svessa, hann tók þetta síðasta föstudag. Segir þetta alltaf? Já, þetta er það samt. Já, ok. Hlusta, Jar of Heart með Sverrir Bergman. Arion banki kynni nýja leið á íbúðarkaupum fyrir ungt fólk. Kynntu þér íbúðasparnað á arionbanki.is og reiknaðu dæmið út frá eigin forsendum. Arion banki. Straumurinn liggur í sumarskólan í FM 95 blöð með ykkur hér á FM 9. Sumarleikur Kaffi Simsen og Túborg. Leikurinn er einfaldur. Þú kaupir bjórkort á Kaffi Simsen og þú ert komin í pottinn. Vinningar eru 2 ferðir á Flóaskeldu, 300 manna Túborg-partí á Kaffi Simsen ásamt fullt af öðrum skemmtilegum aukavinningum. Túborg og Kaffi Simsen, gleðilegt sumar. Dömur mínar og herrar, klöppum fyrir 2-földum potti í Víkingalottóinu. Víkingalottó, alltaf á miðvikudaginn. FM 95 blöð er í boði. Hér á FM 957 og já, Sveppi, við erum búin að vera að ræða hérna svona milli laga að þetta var Eurovision helgi okkar Íslendinga. Já, það er sko, venjan er svo að menn eru nú að ræða Eurovision fyrir Eurovision. Já, og svolítið eftir líka. Já, aðeins eftir, en ekki nógu mikið. Nei, og það er einhvern veginn, það virðast allir vera voða sáttir. Það er alveg sama við hvernig talaði í blöðunum eða í fjölmiðlum eins og Jónsa eða Gretu Salómið þarna. Þau eru voða stolt af þessu. Já, þau eru svona ánægð með árangum. Já, hafa komist upp var sem sagt, það var þeirra takmark. Já. Hvers konar lús er að
hugsun að fara í það. Já, það lélegt markmið, sko. Það finnst mér líka. Já. Það fer í þetta til að vinna þetta. Auðvitað, þú ert alltaf að fara til að reyna að gera það almennilegt. Já, og líka bara, menn voru ekki eins og vissir bara, menn voru byrjað að plana hvað áttum að halda keppnina. Já, það nú reynda gert á hverju einasta helvítis ári, sko. Það, menn, svona hægt og bítandi þegar líða kemur að Eurovision, þá fara menn að hugsa, sko, já, þetta verður eitthvað, maður. Hvað er að gera við vinnum? Við talum við svona gamla Eurovision fara. Maður stattur í partí og það verður að spyrja, haldið þessi hægt að halda þetta í hörpunni? Já, einmitt. Róum okkur. Já. Fáum 12 stig fyrst. Já. Svona áður við byrjum að plana hvað á að halda keppnina. Og þetta alltaf svona. Ég veit það, maður. Það verður allir svo bjartsýnir þegar það náttúrulega vinur hans, Páls Óskar, það ekki einhver samkynniður félagi hans sem að spáða okkur öðru sæti. Já. Sem á að vera með eitthvað rosalegt vita á þessu, Reyni Pétur. Já, Reyni segja eitthvað. Já. Og náttúrulega Palli og svo sá maður viðtal við alla og viðtal við Magna og einhver svona gæja og það var spurning, hvar lendir íslenska lagið? Og það var allir, já sko, topp 10. Já, þetta 9. sæti en við getum alveg lent í fyrstu 3. Og við bara svona, já, ok. Og þá allt í hennu komin eitthvað svona í mann sjálfan bara, heyrðu, ok, þetta fagmenn. Já, ég var byrjað að trúa þessu. Já, þetta fagmenn að segja og maður fór að hlusta á lagið aftur, ok, þetta djúpt og sniðugt lag og rosa svona bom. Ég var líka að hugsa hvenar ætlaði Hrafnhildur Greiði sem var að lýsa þessu að gefast upp eins og við hin. Þá voru allir hættir að vona heim í stofu, við erum ekki búin að fá stig frá 6 eða 7 löndum. Hún heldur ennþá að við sem að fá 12 stigin. Jæja, þá komið að Sviss að gefa eitthvað. Við gætum fengið þessi 12 stig. Já, og það bara, and 12 points goes to Ísland. Koma Ísland. Denmark. Nei, Danir fengur reyndar ekkert. Nei, Danir reyndar ekkert. Svíjar fengur helling. Þeir eru snillingar að búið til lög, sko. Já, það var alvöru, Euphoria. Já, það eru Svíjar sem að semja fyrir Ríhönnu og Britney og þetta gæja, sko. En það var það alvöru lag fram. Þegar maður heyrði það lag, þá hugsaði mér, og allir í Íslandi hugsaði bara, þetta lag vinnur. Þá hugsaði það enginn þegar þú heyrðir lagið hjá Jónsson þeim fyrst. Maður hugsaði, hvaða þjóðlag er þetta? Já, alveg sammála því. Bara hvaða piss er þetta? Já, við hefðum alltaf átt að senda Bláan Ópal. Já. 4 hressi strákar að syngja eitthvað jákvætt og bla bla bla. Ertu vissu það? Já, ég veit ekki, maður getur alltaf verið vitur eftir á, sko. En hefur ekki hringja bara í, ertu með númerið á Jónsa? Ég er nú með númerið næst það, sko. Svo er líka, Hverju hringju ekki bara í hann og fáum úr þessu skori? Já, og bara spyrja hann líka, skilur, hann ánægður með þetta? Og líka það eitt sem fyrir töðunum mér. Hvað? Þegar fólk að segja, já, með hverjum heldur, maður bara, Íslandi. Nei, svona fyrir utan Ísland. Það svona þitt lag fyrir utan Ísland, maður bara, ekki neitt. Já, Svíþjóð hjá mér. Já, þú veist, ég náði aldrei að mynda mér inn á skoðun. Mér finnst öll þessi lög leiðinleg. Já, þau voru það flest. Öll lögin leiðinleg. Flest. Bara lungað úr öllu þessu var leiðinleg. Sænska ágátt. Sænska allt í lagi, skilu, bara fengt laga, skilu, maður ekkert eitthvað bara, þetta er gott lag, ég ætla að halda með því. Fyrir utan Ísland. Skilu, ég er ennþá bara, lagið sem ég held ennþá með í dag er bara Fly on the Wings of Love, sko. Já, frábært lag. Fly on the Wings of Love. Ertu með númer hans, og hringi hann? Svona 2 miðaldra kallar með kassagítar, það vantaði meira því. Þetta er alltaf svo mikið að sprengjum og ruslana og öllu þessu drasli, hérna Jónsi. Getur við ekki við erum bara senda, svo finnst mér líka alveg komið tíma og við sendum út eitthvað flip. Já, en við náttúrulega vorum með hana Silvíu Nótt. Já, mér finnst það frábært. Þá var maður með í maganum og hún var að Jónsi með rándýrt númer. Já. Eða, tegum hvort það hringi, láta hann heyra. Það er svo jákvæð. Það hringir sem alltaf svo jákvætt allir. Það er það sem er að fara með þessa þjóð. Það er jákvæðni. Vonum bara svari. Jónsi. Er það Jónsi í svörtum fötum? Gott kvöld. Hei! Sætla besta, þú ert hérna í beinni útsendingu á FM 95 Blöð. Þakka ekki kærlega fyrir það. Hvað segirðu? Ertu komin heim? Komin heim, ég er dalinn. Næja. Hvað tekur við eftir svona keppni? Flugfriðu, námskeið. Flugfriðu, námskeiði, já. Leggja fólki í læsta hliðarlegu. Já, og hella ofan eða bæði te og kaffi. Já. En ef við byrjum nú að byrjunni hérna Jónsi, til hamingju með ekkert. Takk fyrir það. Nei, við ætlum ekki að vera neikvæðir, við vorum að hugsa að það er allir svo rosalega jákvæðir. Ert þú ánægð með árangurinn? Ég get ekki að verið sáttur við það hvernig okkur tókst að flytja lagið úti. Já. Og ég get alveg sagt og viðurkennt að þegar maður fer út í svona keppni þá langar mann alveg eins mikið til að vinna eins og íslenska handboltalandsliðið sem tekur þátt í einhverjum Evrópukeppnum og fleiru. Já, en þetta var... Alltaf því sem maður sá þér. En þetta var náttúrulega skita. Já, þar kemur nú á ég að fara að viðkenna fyrir hvað þetta að vera skita. Já, ég meina við erum að lendi í 19. sæti. 20. sæti. Við getum ekki verið ánægð með það. Þetta er frábært sæti, sko. Ég er bara að sýna fram á stöðugan árangur. Ég var í 19. sæti reyna, 2004. Já, þú veit, þetta er ekkert eitthvað svona
voru allir óslega jákvæðir úti, bara, við erum allavega ánægð með að komast upp úr riðlinum. Var það eitthvað markmið? Það var markmið að komast upp úr riðlinum vegna þess að það var miklu skemmtilega Eurovision kvöld í vændum. Já, það reyndar alveg rétt, sko. En svona, at the end, þá töpuðum við. Er það ekki? At the end, þá náttúrulega lendum við neðar en okkur langar til þess að lenda. Ok, en hvernig var hjá ykkur Grétu þegar þið voru búin, sem sagt að keppnin var búin og þið eru að fara út úr höllinni? Ég meina, voru þið skálandi í kampaðin eða fóð fólk bara heim í fílu og spila PlayStation? Við vorum nú þannig ferðartilhöfur með að við vorum að fara beint út í rútu og beint út á flugvöll. Já, ok. Og þá vorum við búin að vera vakandi í sólarhring, þannig að það sem tók við var svolítið langt ferðalag. Við vorum þreytt, við vorum fegin. Við vorum stressuð þegar við fórum á sviða því að það alltaf svolítið vandasamt að syngja svona rödduð lög í sjónvarpi, sérstaklega það sem að tæknivinnslan gerir það verkum að allir falskir tónar heyrast bara eins og, þeir bara ljóma eins og, hvað? Ofvel. Já, þeir ljóma ofvel, eða kalla mætti. Hvað Ef þú kallar þetta skitu, ég veit það ekki, það fer eftir hvað markmiðið við lögum okkur. Mér finnst það svolítið áhugavert þegar atkvæðagreiðslan byrjaði að þá var ég ekki búin að gera með neina væntingar á... En þú vildi nú sjá einhver stig dett inn, Jóns, eða ekki? Hvað segirðu? Þú vildi nú sjá einhver stig dett inn að það voru á fyrstu 7-8 löndunum. Já, það er alltaf verið gaman, en ég get ekki veðjað á það, sko. Það er svo sérstætt að það eru svona tveir hópar sem að takast alltaf svolítið á þarna í þessum keppnum. Fyrst eru það aðdáendurnir sem að mæta sko 2 vikum áður, hafa hlustað á lögin alveg hægri vinstri fram og tilbaka, annars vegar, og svo er það þeir sem eru búin að fá sér kannski 1-2 öllar á kvöldinu og byrja að kjósa. Já. Það er þá hópur sem ræður alltaf. Já, á endanum. En það er fyrri hópurinn sem er búin að búa til þessar skoðanakannanir og eitthvað fleira. Þeir eru búin að lofa öllu fögru að sumir lendi í öðru sæti og aðrir lendi í síðasta. Já, var búið að stappa kannski of miklu stáli í hópin, var allir, veist. Menn voru byrjað að spá hérna heima hvar við ættum að halda keppnuna eitthvað, hvað rugl er það? Já, ég hef búin að heyra þá umræði, en ég held að sú umræða, hún muni nú alltaf vera til staðar. Já, hún poppar alltaf. Það verið 2013. En tók einhver að móti ykkur í Leifsstöð, Jónsi? Já, þá voru fyrir þetta nættingi, þá voru það starfsfólk RÚV sem tók á móti okkur. Og skakku til hamingju með góða framistöðu. Vissulega væri náttúrulega gaman ef við höfum fengið fleiri stig, en það er eitthvað sem við réðum ekki náttúrulega alveg við sjálf. Nei. Var þetta ekki nógu gott lag, kannski? Í netti end ef að þið stóðu ykkur vel og þau voru ánægð með flutningin, en við lendum í 20. sæti, það lítur að segja okkur að lagið sé bara ekki nógu gott. Það myndi örugglega að segja okkur að lagið hefði ekki hentað alveg nú vel fyrir allar... Jónsi, hættu þessu, þú ert ekki í frambúði. Þetta var bara ekki nógu gott lag. Ég sjálfur búin að fá að hugsa aðeins máli líka og velta þessu fyrir mér. Til að mynda var serbneski keppandinn, hann sem lendi í öðru eða 5. sæti, ég man ekki alveg hvort það var. Það er maður sem er með gríðarlega mikið fylgi í Austur-Evrópu. Hann er frægur á þeim markaði, þannig að hann fær strax svona tík-tík, svona... Hann fær svona meðbyr. Já, strax með. Það er erfitt að koma frá þessari eigu. Það er lag líka sko sem að hentaði að sko þessu austur-evrópska þema sem er svo sterkt í sjálfur keppninni. Og við, þú veist, Norðurlöndin 3 sem vorum öll hrifin hvort að lagi annars, við vorum lengi verið neðstu 3 löndin. En Lorín, hún er ekkert fræg hérna í Austur-Evrópu, hún tók bara þess að keppna á skeindinni. Hún skeindi henni alveg, en það með að mínum að þetta er svolítið öðruvísi lag heldur en... Já, bara mínum að þetta er með flott lag, það er kannski munun á því og öðru lögum að þessari keppni. Sko, ég var að skoða það að lagahöfundin sænski, hann er held ég búin að taka 17 sinni þátt. Já, hann kann þetta. Í keppninu og hann er búin að senda 7 lög í aðalkeppnina. Svíjarnir eru svolítið sér að báti í þessu, þeir eru 91 og 92 held ég, að mér minnir að þá setti sænska ríkið sko fleiri milljarða í tónlistariðnaðinn. Sem gerði það verkum að úr því var bara Nashville nr. 2, það er bara smetla smiðja fyrir allan heiminn. En svona í lokin, Jóns, heldur þú farir aftur í Eurovision eða er þetta komið gott af 19. sætinu? Lokin var ekki alltaf á raukstið og þetta var ekki slita hvað. Það er ég aftur í Eurovision. Já. Ég sé það nú ekki alveg í hendi mér núna þegar ég er svona nýkomin heim. Nei. En sko, ég bjóst ekki við að fara tvisvar þegar við duttum inn í keppninu núna í vor eða Já, stuttu eftir áramótin. Þannig að það svona í heildina litið var þetta bara sigur? Heildina litið var þetta ekki sigur, nei, ég get ekki votta það, en meðan við þær aðstöð sem við vorum í, þá fannst við standa okkur vel. En ég kannski fekk að heyra eina áhugaverða pælingu. Hún er svo að það fer bara svolítið eftir því hvað dagur er.
og hefði þessi keppni verið haldin á 5. degi þá hefði kannski annan land unnið. Þá hefði kannski Albanía rústað þessu. 2 vikur seinna hefði kannski eitthvað annað, kannski þá hefði rússað bara. Hvaða dag hefði við þá þurft? Hvað, það góð spurning. Það hefði ekki þurft, þú veist, að vera vetur. Það þurft að vera vetur. Það var vetralag. Var þetta vetralag? Þetta var vetralag. Þetta verður að vera fallegt vorlag sem sendum út næst. Það er gaman að heyri Jón segi og bara velkomin heim. Það er alveg ógeðslega gott að vera komin heim og takk fyrir það. Og bara við verðum í bandið unnur. Við verðum í bandið, gáðum vel. Takk fyrir. Takk, bæ. Sko, þetta var nákvæmlega svo við vissum. Hann var bara stoltur og var að reyna að útskýra hvað honum finnst og eitthvað. Ég meina, þetta er hans skoðun og hann hefur rétt á hann. En okkar skoðun er bara svo, þetta var skita. Já, og líka náttúrulega, sko, alltaf gaman að fara til útlanda að keppa og veist, allir saman. Og bara, veist, kynna skemmtilegu fólki og... Já. Dreftu mig. Þetta var Eurovision hóðni hérna, Jókos Sveppa. Eftirlýstur á lögreglunni. Sko, hann er eftirlýstur fyrir að baða einhvern ljósmyndara. Er ekki svona meiri líkur þetta að bara vera eitthvað krakki með myndaðil? Það sníkja einandur áratun, svona 13 ára. Þannig er ekki að fara að berja neitt ljósmyndaran Justin Bieber. En við þökkum Jónsa aftur kærlega fyrir spjalli. Það var gaman að svara á okkur strákurinn. Já. Og res, og undirbúa sig fyrir, flugfreyju námskeið. Já, hvað, er hann ekki orðin flugfreyja? Það held ég nú. Flugþjóð. Já, flugþjóð, sorry. Það er fínasta starf. Hérna... Hann er góður í því, hann er svona þjónustu lund. Já, hann er svona almennilegur. Það er erfitt að... Menn er að hlusta töð, en hvað heldur hann sé ekki að fá eitthvað svona rugl þegar menn er orðnir fullir á leiðinni til Benidorm eða eitthvað? Jóns í svörtum fötum að rétta það bjórinn. Já, maður myndi sjálfur sko... Já, fyrir 10 ára síðan, þegar ég var 20 að telja skrúfur hjá Vurt og ég láta hann heyra það. Já. Þá ég byrjaði svona að vera með eitthvað flip, já, bara verið leiðinir. Taktu eitthvað lag, veist, við erum með svona stæla, en hann er svo örgulega súper jákvæður. Já, hann er alltaf jákvæður, en það sáttu við hennan árangur. Erfitt að reyta hann til reiði, held ég. Já, en ég held samt að ef þú nærð honum reiðum, þá verður hann mjög reiður. Já, þá getur hann lamið. Það er eins og Justin Bieber, skilu. Já, það er oft með þess að happy-go-lucky gæja, sko, sem er alltaf voðalega hamingjusamir. Leið og nærð að finna þetta rauð í þeim, þá tjúlast þér. Já, og rífi hár og klóra. Já, alveg svo þú. Þannig að þú þetta er bráðaskast. Þú klórar þig ekki. Og bít. Og bít, það er enda lélegt. Þið bítur í slagsmáli, svo þér. Já, ég meina, það er, sko, það er engar reglur. Já, ég meina, eru reglur? Já, það er svona heiðursamkomulega bara á milli manna, herðu, ok, við lendum hérna og lendur upp á kantið mig. Já. Þú bítur mig ekki. Nú, en hvað þá? Má ég þá kýlur þér allar tennurnar? Nei, veistu, jú. Þú máttu, veistu, kýl, nei, og þetta er það ekki... Þetta er engar reglur í þessu að þú ert að slást. Nei. Hvað ætlar að segja við gæja sem eru að slást, skilu? Bannað að kýla mann hérna í hálsinn. Þú voru að kýla mig í auga. Þetta er engar reglur. Það er ekkert hægt að tala við þig þegar þú ert í brjálæðiskasti. Nei, þá bara ger ég það sem þarf. Það er búin að segja það, svo við klárum nú Eurovision umræðina. Já. Ég fór í Eurovision partí helgina, á laugardaginn, sem var svona slags líka útskrifarpartí á Svessa. Það var að útskrifast sem margmiðlunar lúði. Ok. Og frændi, Árni vinur minn, mætti þarna í útskriftina og veisluna. Og við fórum í skotleikinn. Og það var sem sagt, þú dróst þjóð, það var 1.26, hann dróð Svíþjóð. Og það var lítir að tópas, og sem sagt, hann þurfti að taka staup, alltaf þegar Svíþjóð fekk 12 stig, hann endaði í fangelsi. Nei. Ég get svo svarað það. Nóttina? Já, hann fór í fangelsi. Hvað, akkur hleyptu honum út? Þeir hleyptu honum svo út í lokina því að, veistu það okkur? Nei, en akkur hleyptu þið honum út úr partíinu, bara nýri bæ? Já, hann var alveg þeskur fram til svona 2. Þá byrjaði hann að detta í myrkrið. Já, en þetta er maður sem að ég myndi ekki einu sinni hleypa út í bæ blá edru. Já, sko, hann er náttúrulega, og það er fáið sem breytast það mikið, hann er svona feiminn og rólegur, svo breytist það náttúrulega bara í blackout curse og það datt hann inn á laugardaginn. Og við gáttum ekkert sagt honum að hann var ekkert að fara með okkur í bæ, náttúrulega kom inn í gýrin, orðin snarvitlaust. En svo hann var samt ekki í fangelsi alla nóttina, veistu okkur? Nei. Some birds are not meant to be caged. Their feathers are just too bright. Við komum að fara í dörstitt skilabóð, svo er það styrlaða staðarindir Rottweiler með nýtt lag á hlera. FM 957, Tromp og Ringborg kynna hlustendavelun FM 957 2012. Hörpu 2. júní. Kjóstu núna á fm957.is. Flytjandi ársins. Tilnefndir eru Dikta, Friðrik Dór, Jón Jónsson, Múkisson, Of Monsters and Men, Páll Óskar. Hlustendavelun FM 957 2012 í Hörpu 2. júní. Tromp í nýjum umbúðum. Trompaði daginn, þá er Tromp.
Njóttu þess að vera til. Þú hefur þetta allt í hendi þér. Kortið og hringtorg. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. Straumurinn liggur í sumarskólan í FB. Sumarskóli.is. Langar þig að sjá Englendinga, Spánverja, Frakka eða Ítali komast í undanúrslit á EM í fótbolta? Farðu inn á Facebook síðu Karlsberg og segðu hvað kemur mest á óvart á EM í fótbolta og þú gæti verið á leiðinni í boði Karlsberg. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 dagar. Kretia, láttu það. Ég farin að dansa. Já, enda svo mikið sumar í þessu. Það sumar hérna hjá okkur strákunum, glampandi sól úti og við erum konum með góða gesti. Já. Það eru Rottweiler hundarnir Þorsteinn og Lulli, verið velkonir. Sælverður. Sælir. Herðu, hvað segið þið, strákar? Bara ekki gott. Ekki? Hvernig fannst ykkur þetta lag með Jennifer Lopez? Svo vorum að spila hana? Ekkert spes. Nei. Ekki gott, sko. Ekki gott? Jú. Ekki verið einhvern töffara, strákar. Já, sko, við erum með Rottweiler hundaði þarna. Já. Við hlustum ekkert á J.Lo, sko. Við þekkjum nú Lulla Rottweiler hund vel, unnið með okkur í gegnum tíðina og þú vilt nú kalla hann þegar hann að fá sér í glas púðluhund. Ó, já, Fannst í Danmörku. Þú ert ekki Rottweiler hundur, þú ert púðluhundur. Já, maður þannig stundum að stappi á stálinu þessum hundum, sko. Já, ég fekk að heyra. Lulli fekk að heyra. En heyrðu, það er gaman að... Sveppi náttúrulega svo Rottweiler hundur þegar hann komin í vissan gýr. Já. Ég á alveg heima þarna, sko. Ég á heim í hundunum. Það er alveg rétt. Það er bara svoleið, sko. Heyrðu, þér að fara að flumbýta nýtt lag? Já. En það fyrsta skipti langa tíma, eða? Já, Þorsteinn, hvað komið? 1,5 ár? Allir að fá sér. Já, reyndar, allir að fá sér. Það var virkilega flott. Er það komið á plötu, eða? Já, það fór á sólóplötunans Erps. Hvað, þegar hann bara hyrða það og setja á sólóplötuna sína? Nei, við gerum þetta, sko. Alveg svo þegar Bent gátt sína sólóplötu, þá kom bara allir saman og gerum það og svo framins eins og núna. Okay. En nú erum við að tala, þarna varst að tala um sólóplötunans Bent, sólóplötunans Erps. Hvað er með ykkur tvo? Engin sólóplata frá ykkur? Eru þið í skuggunum á Erp og Bent? Alls ekki. Mér líður bara vel að gera takta og það er bara nóg, sko. Já, þú býr til bítinn? Já. En Steini, er sólóplata á leiðinni frá þér? Nei, ekki nema ég setja eitthvað skemmtilega saman, en það er aldrei að vita um að finna góða all til að vinna saman. Hver er svona núna, nú erum við Sveppi ekkert rosalega mikið inn í þessu, hver er besti rapparinn í Íslandi í dag? Verður alveg hreinskilega, ekki eitthvað svona, Mér finnst Bent alltaf langbesti rappar í Íslandi, sko. Já, við Sveppi nú rætt það, okkur finnst það eiginlega bestur. Hann er með flottar rödd, sko. Já, en hver svona sem er ekki Rottweiler, hver er svona, ungur og up and coming, góður rappari? Það er ekki bara 2 rapparar í Íslandi. Nei, þetta er orðið. Þetta er Mikil Gróska. Já, ég meina, Gísli Pálmi núna búinn að vera þetta í gang og... Hver? Gísli Pálmi. Ok. Þú var ekki að tala um Gísla? Nei. Gísli Pálmi, já. Ok. Þú ert að tala um gamla mann hérna sem Úlfur. Úlfur, ég er mjög ánægð með þá. Þeir eru búin að vera, gera mjög þétta hluti, myndi ég segja. Já, góður. Heyrðu, ég var heima hjá mér daginn og við vorum á YouTube við félagarnir. Sem er ekki frásögu færandi. Nema, við skoðum myndband með hana þessari stelpu sem að var að rappa. Hvað heitir hún? Sem að var að svara rappheiminum með eitthvað, kom með eitthvað myndband sem að er líklega lélegast sem ég sé, sko. Nei, fannst það sem var að inn á vísi.is? Já, þetta var umlegt myndband, sko. Já, þetta var ekkert alveg nú markvist frá upp á eitt lenda, held ég. Og það var einhver sem var í partíinu, í þessu YouTube-partíu með mig sem sagði þetta kemur róti á rapphreyfingun á Íslandi og ég var bara svona, ertu eitthvað rugglaður? Hvaða rapp? Hvað heldur einhver ein gæla getur komið einhverju róti á rapphreyfingu? Veist? Já, meina, þetta er lítið samfélag, þannig að það spyrst allt út svo fljótt og svona. Og en var hún að dissa ykkur hérna rapparana? Nei, þú veist, ég nefndi ekki að spá í því, skilur, mér finnst það ómerkilegt, en allavega mér finnst fínt þegar stelpur eru að koma fram. Þar vantar, þannig að ég nefndi ekki að vera eitthvað að hata á þetta, skilur. Nei, en voru sumir að hata á þetta, var þetta eitthvað svona, átti þetta að vera eitthvað statement hjá henni eða var þetta djók? Hvað erum við að tala um hérna, strákar? Ég veit ekki. Var hún að dissa íslenska rappara? Lulli var búinn að greina þetta. Lulli. Hann kom alveg með sálfræði greining á þessu þegar það kláraði með bökku daginn. Nei, alls ekki. Ég er bara búinn að heyra þetta einu sinni og veist. Hún var með eitthvað nakinn kall maður bundin hann í myndbandinu. Já, ég sé hvað þetta var. Vitið hvað þetta var? Nei. Þetta var hérna upp á Patterson-svæði.
Okay. Ég held að 100%. Það eru svona bönkarar sem voru geymdar sprengjur í fyrir neðan beysið, Keflavík. Okay. Og mjög gott mál. En það það ekki eins og hún sé að koma einhverju rót á einhverju rapprengu, þetta ekki, veist, það engin rapphreyfing, þetta ekki bara strákar sem rappa og allir hressir. Skilur það ekki sem að koma einhverju rót, það ekki menn bara hlaupandi, þeir búin að sjá myndbandi, þeir eru að ringja annan rappara. Ég myndi segja að þetta sé orðin bara iðngrein á Íslandi í dag. Það það miklu pening kom í þetta að borga sig alveg að vera heima og 12 ára, skilur að semja text á reyna orðið góður í þessu. Búið bít og svona? Já, ég myndi áætla þessi inn að sé velta svona milli 350 og 380 milljónir króna á ári. Já, ferskur, einmitt, það eru greinilega menn búin að fá sér þegar sólinn skín á þriðjudegi. Þökkum Þorsteini kjallaði fyrir þessar tölur. En svona áður við sitjum á, eins og ég sagði, lagið sem að mér finnst virkilega flott. Hvað verðum að spyrja ykkur? Við heyrðum nú í Jón sagan, hvað fannst ykkur Eurovision helgina, strákar? Voruð þið ánægðir með þetta? Þetta var skíta. Já, máli. Hvernig fannst ykkur sænska lagið? Voruð ánægðir með það? Já, það partí. Já, það partí. Já, það var alveg svona faglega unnið frá partí sjónarmiðunum, sko. Já, en Rottvalur hundar, þeir horfa alveg á Eurovision. Það ekkert eitthvað fyrir neðan þeirra verið. Ég var ykkur útskrift að horfa á þetta svona öðru vönnu. Ég hafði ekkert sérstakann áhuga á sem að gera þetta fyrir börnum. Maður náttúrulega bara fram í eldhúsi að blanda og eitthvað, skiljum. Maður situr ekkert bara með störuna. Fyrir mér, sko, þá alltaf ákveðið svona gaman að fylgjast með Norðurlandaþjóðunum, hvað þau gefa okkur öðrum. Það þetta lesa smá í það, sko. Við fengum nokkuð stig núna frá Norðurlandaþjóðunum. Svíjarnir ringið til Svíþjóð eftir sveppi og ég tala sænsku, rökkuða niður fyrir að gefa okkur svona fástig. Gjöð var ég til að tala sænsku. Við gáum Lorín 68.000 atkvæði á Íslandi. Já. Ég var að lesa áðan. Og Svíjar, hvað gáðu þeir okkur? 3 stig eða eitthvað? Þurfum að láta það heyra. Já, það skiptir ekki máli, menn eru bara að velja besta lagi. Já, ég reyndar. Og það ekki eins og 9 stig hefði gefið okkur eitthvað. Við vorum först þarna í 20. sæti, ekki? Á sama stað og hann þessir ógeðslu týpur. Við erum með Rottvalur hundar hérna í viðtali, ég nenni ekki að tala meira Eurovision. Þú bara... Hvað að spila næst? Það svo Keflavík, City, það þegar við komið þangað. City, já. Maður keyrir þarna fram, það með fyll útlanda. Og við fölum bara, þetta mjög flott tónlistáti sem svona sett upp svona svipan hátt og Iceland Airways til að byrja með. Ekkert mikið útlend, ég veit ekki hvað sé eitthvað útlend. Monsters of Men verða að spila. Ok, nice. Það held ég að vera staðfest áðan, sko. Já, þetta eitthvað festival, eða ekki? Já. Og þið verið þar með þetta lag? Já, við ætlum að koma og flytja þetta lag og já, bara partí í Keflavík, maður. Ég kom hérna með villaborgari til að leikur að smakka þetta. Frá Keflavík? Já. Við fíla það. Villaborgar, maður? Já, það margt gott í Keflavík og ég hveti alltaf til að skoða þetta festivalstrákar. Takk kærlega fyrir komuna. Yes, sir. Hvað heitir lagið? Viljið þið kynna inn? Já. Dömmin herrar, Lúðvík Páll og Steini Món Webster. Sælinir. Steini Món Webster? Steini Món Webster. Ívar Webster á löginni. Hvað heitir lagið? XSS Rottvalur hundar. Klárum allt í kvöld. Klárum allt í kvöld. Tökum á þessu. Þetta ítla gott. Það nákvæmlega ekkert af þessu lagi. Þetta Rottvalur hundarnir með Klárum allt í kvöld. Það eitthvað sem segir mér að þetta lag verði mikið spilað í sumar. Og eins og þeir kom inn á þann og þá verða þeir á Keflavík Music Festival. Hvað að fara að klára? Herru, klára allt í kvöld. Það svona klára brennivínu? Já, bjórinn og svona eða ekki eitthvað. Hei, takum okkur fulla. Hvað er þetta að geta? Já, ég veit ekki með bitaður sem börgjama. Þetta er gott þarna. Herru, það komið að dagskrálið sem hefur ekki verið hérna í langan tíma. Jú, ég tók aðeins daginn en getur núna að byrja aftur og hann heitir Sturlaða staðreyndir. Wow! Það fagnar þið ekki. Wow, nú erum að gera slaka á heima. Hækka í útvarpinu, stoppi í bílinn. Já. Og,
Ég veit ekki, ég hef alltaf gaman að þessu sturlunar staðreyndum. Já, líka. Svo ætlum við að hringi Fossett Íslands. Við ætlum að tala við hann hér rétt og eftir, ekki missa því. Og við erum brjálæðir út í hann, við komum betur inn á það hér og eftir. Af hverju reiði við Fossettan. Hann búinn að vera sér gaman. Já, pínu, mér finnst það. Ræðum hann betur hér og eftir. Hérna, sturlaðar staðreyndir byrja hér. Ertu til, Sveppi? Ég ætla náttúrulega að láta bara eins og ég sé að segja þér þetta alltaf. Já, alltaf gera það þannig. Já, ok, byrju, ég ætla að setja mig í þannig stellingar. Til að fá viðbrögð þegiðu maður. Döminu herrar, sturluð staðreind. Stelpur á aldrinum 14-17 ára senda 100 skilaboð á dag. Sæll. Sturluð staðreind. Á hverjum degi stundar 200 miljón manns kynlíf, 400.000 börn fæðast og 140.000 manns deyja. Vá. Sturluð staðreind. 200 miljónir í kynlífi. Vá, spáðið, pottet einhver að gera það núna einhvers þar í heiminum. Já. Í hvað stellingu heldur þú? Þetta var mikið trúbóðinn, sko. Já. Það eru geltir æsa upp kvenkins gelti með því að anda framan í það. Geltir? Já. Hvað? Boards, eitthvað. Þetta er eitthvað dýr. Geltir? Ég fór á Google Translate og ég hef geltir. Eltir hvað? Geltir æsir hvað upp sér? Æsa upp kvenkins gelti. Já, geltir? Já, bara göltur? Já. Þú ert bara að tala svín. Já. Það er ekki geltir. Ok, göltur. Geltir, boars, er það svín? Já, ég meina göltur. Já, lítur að vera. Gilda. Og þá ertu að tala gölt í fleirtölu, þá er það geltir. Og þeir æsa upp giltur. Já, giltur. Ekki aðra gelti. Já, kvenkins gelti. Hættu þessu maður. Kvenkins giltur. Já, ok. Með því að anda framan í þér. Þú ert hálfvitur. Það er bara svona, en hugsaður ef það væri hjá okkur humans. Að anda framan í fólk? Já, stendur bara inn á austu, bara hæ. Anda framan í þér? Hún byrjar að æsast. Já, það væri vesen maður. Já. Þá væri maður alveg bara að fá einn hamburger. Ég átti alltaf svona lúmst að anda framan í þér til æsanum kynferðislega. Herðu, hvað kostar í bíl? Ég reyndar með tricks til að æsa upp konur. Hvað er það? Það er að blása svona létt á hálsinn á þeim. Jæja, herðu, þá var næsta, þú ert bara svo kvöldur. Næsta, þú eyðir 2 vikum að æfiðinni að kissast. Já. Og það er bara heila 2 vikur, það er svolítið mikið. Já, ég er örugglega meira. Ég er alltaf að kissast. Já, þú ert rosalegu kissugall. Þú ert svolítið fyrir það að kissa á kúra. Já. Það er kallinn. Ekki það þrýt, svo er það hérna. 45% fólks trúir á drauga og 10% segjast hafa séð draug. Já, er það bara 10%? Sem segjast hafa séð hann, sko, en nánast helmingurinn, 45% trúir á drauga. Trúir þú á drauga? Já. Það er ekkert rosalega samfærandi svar. Nei, hvað er draugur? Hvað er draugur? Hvað er draugur? Þú lítur að vita hvað það er. Er það bara eins og Kasper, the friendly ghost? Eða er það kannski bara eitthvað sem heyrir? Eða er það eitthvað vofa? Eða hvað er þetta? Kona, veist. Kona, já. Nei, ég er að tala bara eins og gömul kona eða kall sem að bjóða einhvern veginn í húsinu eitthvað. Nei, ég hef aldrei séð draug. Nei, þú trúir á það? Já, þannig séð. Ég trú að það sé eitthvað. Eitthvað svona skrítið. En ég veit ekki hvort það er draugur eða eitthvað annað. En 10% segast hafa séð draug. Þannig að ef þú tekur 100 manns, þá eru 10 af þeim hópi sem segast hafa séð draug. Og það finnst mér mikið. Það er svolítið mikið. Af því að sjá draug, það er bara eins og að fyrir fólk sem hefur látið Guð tala við sig. Já, veist að ég er líka ekkert viss um það. Ef ég myndi sjá drauga, ég myndi vera að segja eitthvað frá því. Þú veist, ég sá drauga á hann. Já, ok, nice. Hvernig? Já, þú veist. Já, einmitt. Ef að fara að fá okkur pizza. Já. Það eru undir 10% af heiminum kann 2 tungumál. Já. Þannig bara við að kunna íslensku og ensku. Það gerir okkur special. Ok. Ég er special. Þetta er sturlu staðrind. Við erum inn í sturlu staðrindum. Geisp endist í 6 sekúndur. Og ekki meira en ég minna? Nei. Þetta er vist bara sturlu staðrind. Það þurfu geispar þá er það 6 sekúndur. Það eru ekki með andadrættunum á leiðinni niður líka. Já. Með öllum. En það er þetta góða punktur því að ég hef aldrei séð neitt sem geispar stutt. Nei. Þú segir þetta ekki. Rosalega þreyttur. Kjöld alltaf stutt, þú ert eitthvað lítið þreyttur. Já, kannski. Blikk endist í 0,3 sekundur. Kjaftaði. Nei. Við erum í því stjórnur. Það er endur flest á tíman á því. Það bjáni bara, herri, byrju. Þú finnur það alveg og blikkar gæðið þrætt. Ég er að horfa það núna, þú varst að blikka aftur núna. Já, ég veit það. En hvernig getur þú að melda hvað ég tók langar tíma? Þetta er 0,3 ár síðan. Nú, ef ég væri með þannig klukku, það gæti það. Bara alveg svo mælir hraða. Bara gæðveitt seiko úr. Já. Bara... Hvað heldur að sé bara að mæla sekundur í heiminum? Nei, hver ítir að start og stopp? Það er eitthvað sem ítir að start og stopp. Gauðir sem heldur úrinu, væntanlega. Já, en það er ekki hægt. Það er alveg sama, bara ef ég myndi segja við því, ítt þess hratt á takkan og mögulega getur, tvisvar.
þá nærði ekki einu sinni 0,3 sko. Þetta er öll gert með einhverju rannsóknum eða eitthvað. Já, akkur fólk að rannsaka þetta, maður. Mér finnst þetta áhugavert. Menn sloppum út í heimi bara, herru, maður rannsaka þetta hvað lengi að blika. Flestar arbeir á einum degi hjá manneski eru 46.001. Má, hann tók einu auka þarna. 46.001 arbeir á einu degi, það er enda rosalegt, sko. Getur þú 20 til dæmis? Já. 20? Já. Ég get sko 30 í beit. Í beit? Veist hvað það fyrir? Já, ég veit það. Já, ég bara þegar ég hugsa þig á beit og hugsa ekki arbeir. Svo er þetta sjónvarpsgláp fær þig til að borða meira og því skemmtilegra sem sjónvarpsefni er sem þú ert að horfa á því meira viltu borða. Já, þetta. Það er svolítið til í þessu. Já. Þegar ég var að lesa þetta. Já. En svo ef ég er að horfa á American Idol eitthvað sem ég er gaman að horfa á, þá vill ég alltaf vera með nammi eða pizza eða eitthvað. Já, þá vill maður gera ekstra vel við sig. Já. Enda át fólk rosalega mikið alltaf í 70 mínútum úr strákun. Já. Þjóðin fitnaði bara. En þetta er líka svona eins og ég var að horfa á Homeland. Já. Þá poppaði ég og kældi kók, sko. Já, ég var reynd að horfa á Game of Thrones í gerð og þá pantaði ég með pizzu. Já, þetta er svona ef þú ert að setjast niður og ert að fara að horfa á eitthvað. Stundur liggum maður fyrir fram á sjónvarpi og það er ekkert í sjónvarpinu. Já. Þú ert ekkert að poppa fyrir það. Nei, ég veit það. Þú veist það er eitthvað gott. Það er svolítið til í þessu, enda er þetta sturlað staðreyndir. Þetta eru staðreyndir sem ég er að lesa. Já, þessi voru kannski ekki beint sturluð, en þetta var staðreynd enga síður. Staðreynd enga síður, það eru 2 eftir. Albert Einstein byrjaði að tala 9 ára. Stáðu því, gáðasti maður bara í heimi. Hún er ekki gáðar en það. Þannig er kannski það gáðaður. Hann hefur ekki verið að vilja tala neitt kjaftaði. Nákvæmlega, góður punktur. Hann fannst þetta allt svo vitlaust. Já, bara hann hafði ekkert að segja. Hann hafði vitað í að þegja. Einmitt. Það var eitthvað sem að menna að taka til aðtöðunar. Já, það var það síðasta hérna. Þú notar 17 vöðva í að brosa en 43 vöðva þegar þú ert í fílu. Og þetta ætti nú bara að segja öllum að það ætti nú bara að halda gleðinni gangandi. Já, það er sumar, bongo, blíða. Það verður svona veður alla vikuna. Nú bara brosum við. Já, spáðu svona alla vikuna. Þetta er Rihanna. Where have you been? Friðrik Dór, Little Talks of Monsters and Men. Okkar leið, MC Gauti ásamt Friðriki Dór. Stingum af, Múkisson. Stjörnur. Fáðu smá pening. Svona, hraðpeningar.is. Dreymir þig að verða atvinnuflugmaður eða einkaflugmaður? Sumir draumar geta auðveldlega öðlast vængi. Þú getur verið hér eins og ég. Kynntu þér flugnám hjá Flugakademíu Keilis á keilir.net. Sobieski og Reykjavíking kynna í 7. sinn Icelandic Tattoo Convention. Tattoo, tónlistar og bílafestival. 7., 8. og 9. júní á Bar 11. Sobieski og Bar 11. Straumurinn liggur í sumarskólan í FB. Sumarskóli.is. Universal kynnir stórmyndina Snow White and the Huntsman. Mirror, mirror on the wall. Frá framleiðanda Alice in Wonderland kemur ný sýn á ævintýri sem allir þekkja. She is the one. Ein flottasta stórmynd sumarsins. Bring me your heart, my dear, dear Snow White. Snow White and the Huntsman. Heimst frumsýnd 30. maí. Túborg og hlöllabátar í Keflavík kynna. Keflavík Music Festival dagana 7. til 10. júní. Framkoma, Sólstafir, Tilbury, 200.000 naglbítar, Leilo á samt 80 öðrum atriðum. Miðasala á miði.is. Langar þig að sjá Englendinga, Spánverja, Frakka eða Ítali komast í undanúrslit á EM í fótbolta? Farðu inn á Facebook-síðu Karlberg og segðu hvað kemur mest á óvart á EM í fótbolta og þú gæti verið á leiðinni í boði Karlberg. Á miðnætti og föstudagskvöldum fyllast nammibarir landsins. Við erum einn feitasta þjóð í heimi með tilheyrandi heilsutjóni. Inga Lind Karlsdóttir fer ofan í saumana með Stöð 2 á þessu vaxandi vandamáli í nýrri þáttunum.
Stóra þjóðin hefst á miðvikudaginn. Fáðu þér áskrift í síma 5 12 51 00 eða inn á stöð2.is. Stöð 2. Skemmtilegri. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Blöð með ykkur hér á FM 957. Ó já, kallið minn, það eitt og annað framandan sem gefur að skilja sólinn skín í heiðim og maður veit aldrei hvernig hún tekur upp á því að setjast í kvöld. Það er bongo-blíða. Það er bongo-blíða og stemming í hjarta. Já, allir hessari, nema það er eitt sem er að bögga mig núna, Sverrir. Já. Við hringdum í forseta Íslands fyrir 2 vikum síðan. Já, við hringdum og reyndum að fá hann í spjall. Já, hringdum hann bara upp á skrifstofu hjá honum, það sem að bara fólk vinnu við það að svara fyrir hann í síman. Já. Gaurinn tók niður númerinn okkar og sagði hann alltaf svo að láta hann vera í bandi en hefði einhver tíma. Já. Ég hef ekki fengið eitt einasta símtal en þú. Ekki símtal, ekki SMS, ekki neitt. Nei, ekki einu sinni á Facebook eitthvað kveðju frá honum eða neitt. Nei, nú er hann komin á fésið maður. Já, hann er komin á fésið, hann og Dorrit. Djöðleldi að Dorrit sé að póka maður. Oss! En veistu hvað böggar mig við þetta? Ok, ef þetta er forseti Íslands og hann er í framboði og nóg að gera hjá hann, þá hugsaði ok, hann hefur kannski ekki hann tíma í að tala við sköllótta trúðinn. En af hverju anskotunum hafa þá tíma í að fara og hitta Svala og Svavar á Kananum og vera leynigesturinn hans Valtís Björns á Bylgjunni núna á laugardaginn hjá Sim og Jóa? Það er fáránlegt, sko. Sko, Valtí Björn, toppmaður, The Walkman, Valtarinn, herðu, hann bara græjaði Ólaf Ragnar Grímsson sem leynigestin sinn. Einmitt. Og hann getur ekki tekið spjall við okkur inn í FM 95 Blöð, við erum ekkert að byrja um að koma, við vildum bara fá að tala við hann í síma. Já, bara fá að heyra þessa röddans. Já, herðu, hann var í 10 eða 11 mínútur í innslagi hjá þeim, búin að breyta röddinn og eitthvað. Nei. Jú, það er ótrúlegt. Nú ringjum við aftur. Og veitu hvað, við erum búin að reyna að fá sko forseta Íslands til að koma í spjall við okkur í 70 mínútur, strákana, Ödd og Sveppa, núna í útvarpið. Aldrei hefur maður heyrt hvorki tangunni tettur eða hvað sem maður segir. Herðu, og hann er bara leynigestur hjá Valtí Björn. Einmitt. Ég líka djöfisins bullið maður. Herðu, og veistu, á Kananum með Svala. Nei, ég meina, vill hann atkvæðan okkar eða? Án gríns. Ég er að ringja hérna aftur í forseta Íslands eða embættið. Það er alveg hræði, veit. Forseta Íslands? Já, góðan daginn. Herðu, Öddi heiti ég og við hliðina á mig situr hérna vinur minn hann Sveppi. Já. Við höfðum samband við ykkur fyrir ykkur 2 vikum síðan. Já. Og vorum að reyna að fá hann hérna ég er með útastátt sem heitir FM 95 Blöð. Já. Og við hefum hvorki fengið SMS, niður símtal, Facebook, hvað í það neitt. Fyrirspurnina til okkar, eða ringdur þú bara? Ég hringdi, sko, og tölum við einhvern mann sem ætla? Við byrjum að þessar fyrirspurnir séu senda til okkar, annarkvæmt. Já, en hann tók niður númer okkar, hérna maðurinn sem talaði við okkur og var voða feskur. Já. Herðu, en svo hann sagði reyndar að herra Ólafur væri upptekinn maður. Já. Nefna það, svo erum við að sjá hann í viðtali á Kananum hjá Svala og Svavari, herðu, svo er hann leynigestur hjá Valtí Björni. Ég kannski senda okkur þessa fyrirspurn og þá verður hún tekin. Hvert sendu hana? Bara í böglaposti? Nei, bara á Forseti, er ekki með tölvu. Forseti.is? Já, Forseti. En hann er nú ekki meira busy en það ef hann er leynigestur hjá Sim og Jóa á laugardegi, sem sagt leynigestur hans Valtís Björns. Ég byrði bara að senda þessa fyrirspurn. Maður fer nú svona aðeins að spyrja sér spurningar, sko. Nei, er hann hræddur við okkur eða? Sko, hann kom aldrei til okkar í 70 mínútur. Til okkar og þá verður þetta jafnveist. Ok, en þú þekkir hann ekki, má ég spyrja hvað þú heitir? Ég starfa bara hérna á forsetarskrifstofunni. Hvað heitir þú, skrifa? Kemur ekki til. Já. Henda á okkur nafnið, maður. En er hann hérna ekki staðar? Myndur ekki senda okkur þessa fyrirspurn? Jú, ok, en viltu ekki tala við okkur? Þetta er bara svona mamma. Er það á forseti.is eða? Já. Lesa hann það sjálfur? Hann fær alla fyrirspurni. Fær alla fyrirspurni, ok. Ok, forseti. En heyrðu, það sagðist þetta Rakel. Ragnar heiti ég. Ragnar, já. Mér líður þess að sé að tala við mömmu, hún vill ekki tala við okkur. Nei, hún nennir þig ekki. Þú nennir þig ekki. Akkur nennir ekki að tala við okkur, Ragnar? Ég sendi þessa fyrirspurn og þakka ykkur fyrir það. Ég kom með sömmir í þig þegar sólinn skín svona. Takk fyrir það. Ok, segna. Forseti. Ok, bæ. Það er forsetin. Herru, hún endi ekki að tala við okkur. Ok, farðu núna. Þú ert fyrir fram á tölvu. Sendu tölvupost. Óli Fokfeist. Nei, ekki. Hættu sér. Ef hann heyri þetta til dæmis, þá hefur hann engan áhuga komið til okkur. Nei, ég veit að ég dreig þetta tilbaka. Þetta var ömurlegt. Þetta var ekki ég sem var að tala. Það er brjálæðingur að tala í gegnum mig. Og herra Ólafur Forseti ætla ég að skrifa. Já, herra Ólafur Forseti. Virðinga, þú miklir maður. Þú miklir meistari. Já, fyrir látum bara brjánda eitthvað ríkja. Gæti þú mögulega séð af 5 mínútum af þínu lífi í að spjalla
Við Auðvitað Sveppa. Já. Eitthvað svoleiðis. Við erum búin að reyna að ná þig núna í 12 ár. Já. Aldrei nefnt að koma. Já. En ert svo leinigestur í að valdi. Það veist það, þetta fyrir töðanum að heyra þetta. Já, því ofta sem ég segi þetta, því reyðari verði. Hringdu í Döllu, dóttir hans, hún er ekki með gemsa. Þú veist, það er alltaf best að tala við börnin. Já, fara í gegn með börnin. Já. Hún hlýtur á að horta eitthvað á okkur. Já, örgla, hún er örgla að fíla okkur einhvern tíma. Já, fjandinn hafi það. Vá, skuldum við koma við sögum á sama tíma. Ég ætla að klára bara að sendi póstinn, fáum eitthvað lag hérna. Já, gútt lag. Hljómsveit í næstu Eurovision keppni. Þetta er of Monsters and Men og þau hafa verið gríðalega náhuga á því að taka þátt í Eurovision. Það myndi koma á korti. Já, nóg að gera af þeim þessa dagana. Enda búin að slá í gegn bara víða heim. Já, þetta er snillingar. Já, þetta er hrikalega gott. En við vorum að ræða það hér fyrir í þættinum með Sveppi að Svíar, við gáum þeim 12 stig. Og ekki bara gáum þeim 12 stig, við gáum 68.000 atkvæði. Wow. Frá Íslandi. Við fengum 0 stig frá þeim, sem er mjög sorglegt og við ætlum að ringja hérna í eitthvað sænst númer. Þú varst komið með eitthvað númer af einhverjum 2 kokkum eða ekki? 2 kokkum, er það veitingastafur hlýtur að vera? Já, held að eitthvað. Hvaða númer er? 004733 25 75 52. Ok. Þetta er Svíþjóð, kallið minn. Svíþjóð calling. Þetta er eitthvað vitlaust valið. 00 0046 á það ekki? Nú. Ok. Hvað kemur svo? 33 25 75 52. Já, nú fyrir það gegn. Okay. Hvað eru að tala um? Veitingastafurinn 2 kokka. Þetta er eitthvað í Svíþjóð held ég. Ég getur þetta að prata lítið svenska. Já, þú talar svensku. Ekki? Ég er samt betri á ennsku. Ég ætlum bara að fara að láta á að heyra það, sko. Þú kannt ekkert í svensku. Nei, reyndar. Skil smá. Nú, hvað? Brjálega að gera. Fólk bara ennþá partí eftir að við vann hana. Partí er ennþá í gangi. Euphoria partíið. Akkur svara er ekki. Æ, ég nenni ekki eins og að reyna þetta. Þetta er óþólandi þegar þetta klikkar svona. Hringdu bara í sama númer og breyttu bara síðustu 2 stöðunum eða eitthvað. Já, það er enda góð hugmynd. Ok, góðu með eitthvað hana. Þá var þetta 0046 eða ekki? Já, hérna. 0046, Svo var það 33 25 75 52. En breyttu einhverju? 56 bara. Hvað er ennþá að hringja eitthvað? Annað? Ok, nú eru við báða línum hérna. Lítur hann að svara. Eru við að hringja á 2 staði? Já. Allt í beinni? Já. Guðminn, álmáttur, ég hef aldrei verið mikið að gera hjá mér í vinninni. Við erum að hringja á 2 staði. Hallå? Hallå? Ja, hallå? Ja, hallå? Är det i Sverige? Förlåt? Förlåt, ja. Hello, do you speak English? Yes. Pratar du engelska? Ja, vem är det? Vem är det? Det med Ötte, en Sveppi. Vi kallar from Iceland. We call from Iceland. Okay. Okay. We were wondering, did you watch the Eurovision this weekend? The Eurovision? I think you have the wrong number. No. We just wanted to talk to someone in Sweden. Did you watch the Eurovision? Yes, of course we did. Yes, and you were proud of Euphoria? Yes. Yes. Okay, in Iceland, we gave Sweden the song Euphoria with Loreen 68,000 votes. And she got 12. Thank you. Yes, no problem. And she got 12 points from Iceland. But you Swedish meatballs did not give us Iceland 1 point. Oh. And we could really use it. I'm so sorry. Did you remember the Icelandic song? Did you like it? Not really. Not really? No, actually. There was a rest my case. There was a girl with a violin and Jonsi in the black suits. He was singing there with it. There were 2 of them. Do you remember now? She had a violin. No. Sorry. No. Okay, so you did not give Iceland any votes? Well, I think you have to call a guy called Christer Björkman. He's responsible for the Swedish team. Yeah, I mean, but you can pick up the phone and give us, 1 phone call, give us so we would maybe get 2-3 points. I mean, we are your cousins. Sorry.
I can't help it. We're just a small island up in the north. We need everything. Yeah. We're only 300,000 people, so this was a good result for everybody. You know, we're very few. You know, it was very nice to talk to you, but I have to hang on. Okay, next time Eurovision, pick up your phone and give Iceland a vote, because we are voting for you and we are cousins, so come on, give us a break. You know, I promise you that. Okay. Thank you. Okay. Have a nice day. Það er svo níski Svíðar. Já, bye. Ég bjó í Svíþjóð. Svíjar eru rosalega nískir. Já, þannig ég get lofað því að Svíjar eru svona ekta þjóð sem hirðir 12 stig frá okkur öllum. Hann kaus ekki neitt sjálf. Það nenni ekki eins og kjósa. Þannig að það bara einhvern veginn að töðra þessu niður í einhver sæti frá þeim. Bara já, ég höfum bara þetta. Manstu ekki eftir sænska landsliðinu í handbolta, Faxi? Já, hann er bara skepna. Ég get lofað að Magnús Vílandir hann gaf ekki eitt atkvæði heldur. Þessi er góður. Ítalskur bátur í speltbrauði á Hlölla. Hlöllabátar ávallt ferskir. Arion banki kynir nýja leið að íbúðarkaupum fyrir ungt fólk. Kynntu þér íbúðasparnað á arionbanki.is og reiknaðu dæmið út frá eigin forsendum. Arion banki. Straumurinn liggur í sumarskólan í FB. Sumarskóli.is. Hver er munurinn á venjulegri pítsu og eldbakaðri pítsu? Nú, eldbökurnar eru einfaldlega betri. Eldbökurdagar á öllum stöðum Ritso. Allar pítsur á matseili á 1380 krónur. Ringdu núna í síma 5777000. Ritso pizza, Grensásvegi, Bæjarlind, Hraunbæ og Mosfellsbæ. Bootcamp flytur. Bootcamp flytur í Elliðaárdalinn. Og óguleg sumartilboð. Tryggjum þér sumarformið við bestu aðstæður. Skráning á bootcamp.is. Það er sko ekkert einfalt við Víkingalottóið, því nú er fyrsti vinningur tvöfaldur. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Langar því að komast á leik í áttaliðaúrslitum í EM í fótbolta. Farðu inn á Facebook síðu Carlsberg undir What's Going On og þú getur verið á leiðinni á EM í boði Carlsberg. Dílar.is í dag. Hljóðnæmir flassbólir sem blikka í takti tónlist og önnur hljóð frá vefboutique.is á aðeins 2380 í stað 4857. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Gretia. Nú getur þú fengt tónar hér hjá Beyoncé Knowles sem var einmitt að halda sína fyrstu tónleika núna eftir Basburn. Og já, gengur þeir tónleika vist vel. Ég er að sjá hérna, Sveppi, á skjánum hérna, hliðin á mér. Það er verið að sína nágranna hérna á Stöð 2. Það er að sína það á klukkan, já, hún er 26, þá eru þeir byrjaðir. Og Karl og Susan, ég tek eftir, það er alltaf verið að pranga bara einhverjum nýjum börnum upp á þau. En svo núna þetta býr hjá þeim einhver 11 ára stelpa og hún er náttúrulega orðin svona 60 konan. Hún var ekkert að fæða þetta fyrir 11 árum, sko. Þannig að það er einhvern veginn bara alltaf fundin einhver leið til að setja, veist, þetta eru eitthvað frænka eða eitthvað svona sem bara allt í hennu býr hjá þeim. Hvað í anskotanum þetta að segja mér þetta? Ég veit það, þetta er hérna á skjánum. Nágrann? Ég hef ekki hort á heilan þátt að þessu drasli. Aldrei? Þú hefur aldrei hort á nágrann? Varstu ekkert inn í þessu? Veistu ekki hvað Karl og Susan er eða? Rán Greins. Veistu ekki? Karl og Susan? Jú, ég náttúrulega safnaði dúkkunum. Nei, hvað er eitthvað rugglega? Okay, áttu ekki Karl og Susan dúkkur eða? Nei, ég held að flestir á Íslandi viti hverju Karl og Susan í nágrannum eru, af því að þau eru búin að vera þarna alltaf vel. Og það er svo fyndið, sko, svo bara vantar eitthvað nýtt inn á þeirra heimili, þá bara fengið einhver krakki sem flytur til þeirra. Já, og gert eitthvað vesen á því? Já, eitthvað steikt. Herru, svo fyrir utan það... fyrir utan Karl og Susan? Já, ég ætla ekki að ræða nágrann hérna allan dag, að þá er Today is Hug Your Cat Day. Nei, hann sko... Það er aðfólk. Það er í alvunni. Kanin er þroskaður. Það er þetta í Bandaríkjunum. Já, þannig að já, þetta er ávist að vera allan heim, þannig að þið kattar eigundur að nótinn og eigið að faðma köttin ykkar þetta. Jesus Christ. Aldrei. Hefur átt kött? Nei. Ég einhvern veginn, þú veist, reyndar að nokkur í kringum að segja kött og finnst miklu, sem segja ketti sé miklu skinsamar en hundar og eitthvað. Skinsamari? Hvað er ekki dröllu sama? Ég myndi eiginlega ekki nenni að eiga kött. Köttur gerir ekkert. Nasýtningar eru gett skinsamir, hvað ætlar þú bara að eiga 3 eða? Geymum þú í garði? En hefur átt hund? Nei. Hvað voru mammaðin og pabbi leðilega við maður? Nei, ekki leðilega, það vildi ekki dýr. Fyrstu páagauk eða hefur átt gullfisk? Hefur aldrei átt gæludýr á ævinu, Sveppi, eða? Nei. Djúvilega þetta dapurt og sorglegt á einhvern skrítinn hátt. Dapurt og sorglegt, hvað ruglaður? Hefur aldrei kynst því að elska gæludýrið þitt? Nei. Ég hef átt 3 hunda. Hefur aldrei kynst því?
Að elska gæludýr, er þetta eitthvað rugglaður? Ég veist þetta ekki tóka, mér finnst það hálf sorglegt að mamma og pabbi aldrei gefið gæludýr. Já, það vildi engin gæludýr. Hvað til þess að gefa mér gæludýr? Langaði aldrei eiga 100 ást krakki? Nei, bara svona eins og öllum krökkum. Öllum krökkum langar eiga hund. Já, og hvað, var ekki til peningur að því að pabbi gekk svo illa í pulsónum með það? Það er bara við byggum í blokk. Mátti ekki vera með hund. Við stálumst reynda, við byggum í Iðufelli 6 í 2,5 ár og þar áttu við hundin Gandhi og svindluðum bara, við vorum bara með hann uppi. Það var enginn að segja neitt. Nei, veist, það hefur aldrei heillað mig að eiga gæludýr. Það er sem er skrítið. Vinur minn átti naggrís einhvern tímann. Já, reynda naggrís og páagaukur og svona. Þrándur átti hamstra. Já. Þetta er bara vesen að eiga dýr maður. Það eiga hamstur er vesen, en það er náttúrulega því að sko hamsturinn hann kynnist þér ekkert. Þess myndi ég ekki nenna þér sko. Sko það er einn nágranni minn sem á heldur flottan hund sko. Já. Og hann er búinn að ala hann upp svona veiðihundur, fer með honum að veiða. Það er cool. Það er cool, ég fíla það sko, en að eiga hund bara einhverju brýri, ég finnst mér bara rugl. Af hverju? Hann tekur á mótið og gefur það heim, veist að ég ætla bara að kaupa mér hund núna. Ég ætla að kaupa mér hund hérna fyrir 1,5 ára síðan og fjölskylda mín stoppaði það. Eðlilega, þú getur ekki, ég myndi ekki treysta þig fyrir sko, mús. Af hverju ekki? Af hverju get ég ekki verið með hund? Hvað er það að gera Ég er með fína staðsendingu fyrir hann. Getur verið í garðinum og svona. Já, sko. Ég get alveg alveg upp hund. Lofaði því, já. Getur alveg upp svaljan hund til að kalla hann Kóbein. Kóbein? Nei, Kóbein. Kálfaður. Nei, sko, til hvað segja, skjörðu, lífið þitt, eins og lífið mitt, ég á 3 börn. Já. Ég er með hús. Ég var að tala þú varst krakki. Þú veist, maður hérna fekst ekki gæludýr sem barn. Það er hjól á heimilinu, það þarf að fara með hjól í viðgerð. Ég var í hjól í viðgerð í morgun. Ég var með veikt barn helgina. Ég var með þú veist, það er verið að drena heima hjá mér fyrir ári síðan. Maður er að borga reikninga, maður er að reyna að vinna. Þá svona, heyrðastu mín, hvernig væri við myndið flækja líf okkar enn meira og fá okkur hund? Það er geðveikt vesen en við fyrir útlanda, þá vantar okkur einhvern til þess að passa hann, já það er gaman, fáum okkur hund, svo skýtur hann út allt, heldur að fólkið það núti sem á hunda, heldur að þetta sé bara fólk sem er bara walking on clouds og sé ekki með að care in the world, auðvitað eru allir að gangi gegn það saman og þú ert ekki svo eina sem þetta borga reikning og alveg börn og getur átt hund, sko. Já, ég veit, en að hverju, að vera að flækja líf sitt með einhverjum hundi? Ég er nú ekki mikið að flækja mitt líf þó ég fá mér hund. Nei, reyndar ekki, sko. Bara að fá hérna félaga heim. Gæti verið kannski einn möguleiki á því að setja sjálfan því í annarsæti? Já, þetta var það árum Ég myndi vorkenna hundinum heima hjá þér. Nei, ég væri góðu hund. Já, svo bara ég er að fara á United leik alla helgina. Hvað ég gera við hundin? Mamma nenni að passa hann. Nei, nenni þess að passa hann. Maja systir, Maja nenni að passa hann. Já, einmitt. Það var dórið vesen fyrir systirina að þú skulle eiga hund. Já, auðvitað, því ég er með season tickets á United. Nei, bara eitthvað. Þetta er ein og ein helgi. Þú ert með áskrift í bláa lónið eða eitthvað? Nei, kannski að hætti þegar hundurinn er kominn. Herðu, þetta var... Gæludýrahotn. Þetta var gæludýrahotnið og það er bara, veistu það, ég sé það líka bara, þú ert pínu brendur af því að hafi ekki átt gæludýr sem barn. Kjaftaði. Þess vegna talar þú svona gæludýr núna. Ég fekk að eiga 3 hunda og þeir voru allir æðislegir, en það er hins vegar komið núna... Og hvað eru þeir núna? Allir dán? Nei, búið allir í sveit. Ó, nei. Og eru að hlaupa agrann. Það er búið að lóa þessu öllu saman. Hættu þessu. Það er komið á leiðinni heim. Þetta, ef ég væri að keyra heim núna, Sverrir, þetta er þetta lag sem ég langar að leyfa þér að heyra. Ef ég væri að keyra heim úr vinnunni eða úr skólanum eða eitthvað, eða bara nýkomin úr sundi, eins og margir. Já, mennur ennþá að klára skólan. Ef ég væri nýkomin úr sundi eða bara einhverju, þetta lag kæmi á, þá myndi ég hækki bótt. Við hvet alla þarna úti til þess að hækki bótt núna. Þetta er á leiðinni heim, þetta er Jack White með Love is Blindness. Þetta nýtt lag er í Gatsby-trailinu sem kemur út jólin með Leonardo DiCaprio. Hlusta á þetta. Þetta er á leiðinni heim. Jack White með Love is Blindness. Þetta er nú gammalt U2-lag sem er búið að setja þarna í nýjan ariður, eins og strákarnir kalla þetta hérna stundum FM. Þetta er gert fyrir myndina Gatsby sem er að koma út jólin með Leonardo DiCaprio. Love is Blindness. Þetta var flott maður. Já, þetta er ágæfði söngvari, sko. Og þetta var dagskráliðurinn á leiðinni heim og síðasti dagskráliður dagsins því að nú er klukkana vantar ekki nema 7 mínútur í 6. Það er glampandi sólan en við svo eppallir bara drull okkur einn úr þessu stúdíu. Það er ekki eins og sól úti. Nú? Það er orðið skíjað. Nei, við náum alveg 2 tími viðbútt held ég.
Hopp í sund og fara að finna mér einhver hundanöfn. Já, hundanöfn. Nei, reyndar, ég veit alveg hvað ég myndi kalla hundar minn. Hvað? Annarkvort Kurt eða Kópin. Hvað er að því? Kurt er flott. Annarkvort Kurt eða Kópin. Akkur kallar hann ekki bara Kurt Kópin? Æ, mér finnst það, ég verði að frekja til að eiga 2. 2 hunda, annan Kurt og hinn Kópin. Það er miklu skemmtilega. Það er alveg... Hvað er Kurt og hvað er Kópin? Það er ótrúlega svona eitthvað... Hvað myndir skýra hundið þinn? Ég myndi skýra Guðfinnur Einarsson. Það er miklu finnar. Guðfinnur! Hlustadrengur! Já, og kallar hann svo fullu nafnið þegar þú reyður. Já, Guðfinnur Einarsson. Já. Nú hætti þú að næga skona hennar Þórdísar. Þetta var FM 95 blöð þennan þriðjudaginn. Við Pétur Jóhann Sigfússon verðum mættir hér helfeskir á morgun klukkan 4. Verðum með ykkur til 6. Takkið vel á móti Erika, hann er hérna á leiðinni. Hann er ekki veikur? Nei, hann er veikur, já. Atli Mára ætlar að vera með útsendinguna í staðinni. Þetta er að veikur útvarsmaður. Já, hvað getur hann ekki mættinn og tala? Shit, ég get ekki tala, ég get ekki kynnt inn lag, ég er svo veikur. Það er á hann. Þetta var hljómsveitin. Shit, ég mikið að eitthvað hálsbólgu. Reiki, látið þið batna út að hlusta. Vorkinu er engin. En þetta var FM 95 blöð þennan þriðjudaginn, heyrjumst á morgun klukkan 6. Takkið vel á móti Atla, verið með ykkur til 9 í kvöld. Það er ekki að skutla þér heim. Ójú, kannski. Spáðu hvað er gaman fyrir þig núna ef hundurinn minn var út í bíl. Þú verður að fara að hitta hann. Já, hann var dauður að hitta. Reyndar, ég myndi geima hann inn í einhverju bandi. Takk fyrir hlustuna, sjáumst á morgun. Eða heyrust á morgun meira. Við erum alltaf langað til að læra að dansa en ekki þóra. 957. Myndband ársins. Tilnefnd eru FM 95 blöð, Auðun Blöndal, Hemmi Gunn, MC Gauti ásamt Blas Rokka, Little Talks of Monsters and Men, Okkar leið, MC Gauti ásamt Friðriki Dór, Over, Gus, Stjörnufröp. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða síma 58-12345. Opið allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Sobieski og Reykjavíking kynna í 7. sinn Icelandic Tattoo Convention. Tattoo, tónlistar og bílafestival. 7., 8. og 9. júní á Bar 11. Sobieski og Bar 11. Straumurinn liggur í sumarskólan í FB. Sumarskóli.is. Túborg og Hlöllabátar í Keflavík kynna Keflavík Music Festival dagana 7. til 10. júní. Framkoma Tilbury, Sólstafir, 200.000 naglbítar, Leiló á samt 80 öðrum atriðum. Miðasala á miði.is. Á Dominos.is getur þú skoða matseðilinn okkar, kynntir tilbúðin okkar og að sjálfsögðu panta máltíðina þína. Þú meira segja getur fylgst með stöðun á pöntununniðinni í rauntíma. Pantað á Dominos.is. FM 95 blöð er í boði. Hugsun þig